Góðan daginn, Sigurjón Kennsteinn heiti ég og formaður innflytjendaráðs í velferðarráðuneytinu og ég ætla að tala eins í dag þetta fyrirbæri sem innflytjendaráð, hlutverk þess og verkefni og eitthvað sem aðeins smá hugleiðingar stöðu þess. Ég verið aðeins að vinna í upphaflega ætla ég að tala að mestu leyti í dag skoðun og úttekt sem ég verið að vinna á stjórnsýslu í málefnum innflytjenda, tengt hlutverki mínu sem formaður innflytjendaráðs, þar sem ég þá ráðgjafi félags- og húsnæðismálaráðherra í innflytjendamálum. Það komið aðeins styttra því ég ekki alveg lokið, en ég get hins vegar tekið fyrir partinn sem snýr að nákvæmlega innflytjendaráði. Og ég ætla að fara yfir hvað innflytjendaráð, hvað það gerir og síðan þessi tvö helstu verkefni þess og síðan langar mig að nýta tækifærið í lokin og aðeins sýna ykkur stórt verkefni sem við höfum verið að keyra, kynningarverkefni. Innflytjendaráð komið á með lögum málefnum innflytjenda árið 2012 en stofnað 2005 í framhaldi af stórri skýrslu sem var unnin fyrir þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Ég og einn annar fulltrúi og 2 varafulltrúar pólitískt skipaðir af félags- og húsnæðismálaráðherra, en auk þess þetta samráðsvettvangur þar sem innanríkisráðherra, samband sveitarfélaga, mennt- og menningarmálaráðherra skipa hver einn fulltrúa og einn varafulltrúa og forstöðum að fjölmenningarsetur situr fundi einnig málfrelsi og tillögurétt og þarna má sjá þessa fulltrúa í ráðinu og mjög öflugur hópur og mjög öflugur vettvangur með mikla möguleika í raun. Þannig að þarna koma saman mjög miklu sérfræðingar á þessu sviði frá nokkrum af helstu stöðunum varða stjórnsýslu í málum innflytjenda. Þannig að þetta góður vettvangur með mikla möguleika. Hlutverk innflytjendaráðs skilgreint samkvæmt lögum málefnum innflytjenda sem þá fyrsta hlutverki að vera ráðherra til ráðgjafar stefnumótun í málefnum innflytjenda og stuðla samhæfingu og samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunar og þetta getur verið og að verða sífellt stærra og stærra verkefni. Þessi málaflokkur eins og það þekkja allir hérna að stækka mjög og verða flóknari og eitt dæmi þetta til dæmis verkaskipting í fyrsta lagi milli stjórnsýslustigana, milli sveitarfélaga og ríkisins og síðan líka bara verkaskiptingin innan ríkisins, milli mismunandi ráðuneyta og stofnana og þessi samhæfing fer að verða mun mikilvægari og í minni úttekt sem ég mun kynna einhvern tíðan seinna á stjórnsýslu í málum innflytjenda þá kem ég svolítið inn á þetta og Ríkisendurskoðun hefur nú þegar komið inn á það sé ýmsu ábótavant þarna. Það séu mögulega einhverjir hlutir að falla á milli vegna þess hversu flókin stjórnsýsla í málum innflytjenda og sem ekki gott. Innflytjendaráð hefur líka það hlutverk að stuðla að opnum umræðum málum innflytjenda með ráðstefnum, fundum með hagsmunaaðilum og fleira. Innflytjendaráð sér í raun þróunarsjóð innflytjendamála, gerum tillögu til ráðherra áherslur hans og síðan þá hvaða verkefni hljóta styrki. Og síðan opið ákvæði sem segir að við höfum að vinna önnur verkefni í samráði við ráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra. Og hún hefur til dæmis falið innflytjendaráði að vinna að gerð í samráði við sig og sérfræðingar ráðuneytisins svokallaðar framkvæmda áætlunar í málum innflytjenda fyrir árin 2016-2020 sem kemur aðeins meira inn á seinna. Og síðan verður mjög stórt verkefni fyrir innflytjendaráð framkvæmd þessar framkvæmda áætlunar seinna meir. Og þróunarsjóðurinn, hann stofnaður 2007 og hans hlutverk lögfest 2012 með lögunum málum innflytjenda. Hans hlutverk að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði málum innflytjenda og setur síðan þetta markmið að auðvelda aðlögun innflytjenda samfélaginu og gera samfélaginu betra og móts við þá sem við teljum ákaflega mikilvægt líka að þá ekki að hugsa þessa aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi sem svona einhliða. Við höfum tekið þá stefnu að þetta sé tvíhliða aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi og íslensk samfélags að innflytjenda eins og var komið inn á í frábæru erindi hérna rétt áðan. Háskólasetur Vestfjarða annast umsýslu sjóðsins að greiða út og slíkt og við höfum í okkar starfi lagt áherslu á faglega yfirferð allra umsókna að taka alla
allt sem heitir eða lyktar af pólitík út úr þessu ferli, eða hver umsókn sé metin á sínum verðleikum. Þetta mjög flókið ferli, við fáum kannski umsóknum sem nemur 120 milljónum og við höfum 10 milljónir til að úthluta. Það mjög erfitt verkefni að finna út úr því og mætti vera miklu meiri fjármunir í þessu, svo það sé bara sagt. Nú, þema síðasta árs var stórt. Það fyrsta lagi að styðja við félög sem á það markmið að efla virka þátttöku innflytjenda í samfélaginu. Þarna erum við að tala um félags- og hagsmunasamtök innflytjenda. Verkefni sem styðja við nærþjónustu innflytjendur, sem sýna hvernig fjölmenning eykur félagsauð. Það hefur verið mikið þema hjá okkur eftir að við tókum við eftir síðustu kosningar, fjölmenning og kostir hennar að sýna og draga þá fram. Og síðan aukin tækifæri innflytjenda til endurmenntun og starfstíðsnám. Í ár áherslan lögð á að var ákveðið að hafa þetta þrengra og þann mannauð sem býr í innflytjendum og þann styrk sem þeir færa íslensku samfélagi, og síðan þá rannsókn og þróunarverkefni sem stuðla virkri þátttöku innflytjenda í samfélaginu og auka sýnileika þeirra. Þannig erum við aftur að setja fókusinn svolítið á félags- og hagsmunasamtök innflytjendanna sjálfra og þessa kosti sem að innflytjendur og fjölmenning færa íslensku samfélagi svo sannarlega. Og við hvetjum ávallt félags- og hagsmunasamtök innflytjenda sérstaklega til að sækja styrkja og sem við viljum styrkja við starfsemi þeirra. Minnast á það líka að það eru kynningafundir hjá okkur úthlutanir þessa árs núna á næstunni. Ráðherra fól innflytjendaráð að vinna í samstarfi sig og sitt starfsfólk framkvæmdaáætlun í málum innflytjenda. Það sem í raun og veru að tala fjöldan allan af aðgerðum sem að þetta stjórnsýslustig leitt af velferðarráðuneytinu ætlar að fara í til að bæta hag innflytjenda næstu 4 árin. Og þetta samkvæmt lögum málum innflytjenda. Þetta önnur svona áætlun sem eru lögð fram. Ein var lögð fram árið 2007 áður en að lögin voru komin á. Og þetta búið að vera langt ferli hjá okkur núna að vinna í þessu vegna þess að eins og þið þekki þá að breytingar verið gríðarlega hraðar undanfarið og við höfum þurft að taka svolítið tillit til þess meðal annars með því að áður hafa málum með flóttafólks ekki verið inn í þessari framkvæmdaáætlun. Það verið litið á að innflytjendaráð og hlutverk þess taki við þegar að þú ert komin, þegar þú hefur ekki lengur stöðu flóttamanns eða hælisleitenda eða fleira. En við breytum því núna. Við tökum líka tillit til flóttafólks í þessari framkvæmdaáætlun, í þetta skiptið. Samkvæmt vilja ráðherra og ráðherra nefndar í þessum málaflokki. Nú þetta var unnið í mjög víðtæku samráðsferli. Við reyndum að leita álits hjá öllum helstu sérfræðingum varðandi allar áætlanir sem við gerðum og settum í opið umsagnarferli og reyndum eftir bestu getu að taka mark á öllum þeim umsögnum og ábendingum sem framkomu. Vegna þess að það okkar bjargföst trú og líka bjargföst trú félags- og húsnæðismálaráðherra að þetta sé málaflokkur sem eigi ekki og megi ekki vera í pólitískt umdeildu ferli. Að það eigi sátt að ríkja þetta og það eigi allir að vera sammála þar aðgerðir sem verið að fara í. Framkvæmdaáætlunin skipt í 5 stoðir: samfélagi, fjölskylduna, menntun, vinnumarkað og flóttafólk. Og það sem ég takmarkaðan tíma vil ég bara segja ykkur dæmi nokkrar af þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í. Það að mæla reglulega viðhorf til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins og jafnframt fara í kynningarverkefni til að ná árangri á þeim sviðum. Það var að koma á hvatningaverðlaunum innflytjendaráðs sem verða þá bæði til einstaklinga, félagasamtaka, fyrirtækja og fjölmiðil sem skarar fram úr í málum innflytjenda. Það var að koma á fræðslu til starfsfólk ríkis og sveitarfélaga menningarnæmni og færni. Það var að koma á reglulegum málþingum félags- og hagsmunasamtaka innflytjenda í þeim tilgangi að styrkja þau og auðvitað svolítið samstarf þeirra. Eitt af því sem við höfum haft miklar áhyggjur af að hérna á Íslandi ekki starfandi nein landsamtök félags- og hagsmunasamtaka innflytjenda, öfugt við til dæmis önnur Norðurlönd, sem mjög slæmt vegna þess að þá vantar þennan þrýsti aðila til að standa vörð frá þeirri hlið hagsmuni innflytjenda. Þegar kemur umsögnum þingmál, þegar kemur að starfi innflytjendaráðs ráðuneytisins og margt fleira. Og við höfum viljað, þó að auðvitað í ráðuneyti ekki að stofna slíkt eða ráð á vegum ráðuneytisins, þá höfum við viljað styrkja við þessi samtök og reyna að ýta undir aukið samstarf þeirra. Það eru nokkrar aðgerðir sem snúa móttökuáætlunum sveitarfélaga. Það eru aðgerðir sem snýra að jafna stöðu innflytjenda og húsnæðismarkaði, en fréttaflutningur það sem þið hafa væntanlega heyrt hefur verið sýnt fram á og það rannsóknir sem við höfum látið gera, meðal annars í þróun sem við sýnt fram á mjög bága aðstöðu.
Við viljum auka við þátttöku barna og ungmenna innflytjenda í æsku og íþróttastarfi. Við höfum líka séð rannsóknir og tölur sem sýna fram á þarna sé mikið að vinna. Það eru 2 aðgerðir gegn ofbeldi í garð innflytjenda sem fel í sér mjög stórar aðgerðir með mjög víðtæku samráði og samstarfi allra stofnana sem snúa að því. En þarna höfum við aftur séð mjög sláandi tölfræði og rannsóknir sem kalla á aðgerðir og samráð allra stofnana og aðila sem koma að þessu máli. Það eru sérstakar aðgerðir líka til að tryggja börnum jöfn tækifæri og stuðul náms og aðgerðir brotthvarfi úr námi. Við komum á móðmálskennslu, við komum að innföldu á mati á menntun, við væntanlega sé líka umfjöllun erfiðleika sem margir innflytjendur lenda í við að fá mat á sinni menntun og það hefur verið okkar afstaða og ráðherra líka að þegar að það gerist að innflytjendur geta ekki nýtt sína menntun, sína hæfileika þá sé það ákaflega skaðlegt fyrir ekki bara þá sjálfa heldur samfélagið í heild sinni. Við viljum vinna launajafnrétti á vinnumarkaði, þar aftur höfum við séð tölur þar og við höfum látið gera rannsóknir sem sýna fram á þar sé mikið að vinna. Við erum með verkefni sem tengist í að búa tengslanet fyrir innflytjendur á vinnumarkaði að koma í rauninni, segjum að hingað kemur verkfræðingur sem þekkir ekki til, að koma honum þá í tengsl við sitt stéttarfélag, fagfólk á sínu sviði og reyna að komast á inn í þetta íslenska tengslanet sem ræður svo miklu, jafnvel allt og miklu, myndum maður ekki segja, þegar kemur að vinnu, sérhæðri vinnu á mörgum sviðum. Og við ætlum að vinna auknum mögulegum til endurmenntun og starfstéttsnáms. Og síðan var núna nýlega sérstaklega stoð flóttafólk bætt við. Og sú stoð hefur ekki farið í gegnum, hún hefur ekki verið kynnt í sérstaklega ráðherranefnd málefni innflytjenda, það núna bara bráðum. Þannig ég get ekki sagt frá strax aðgerðum sem eru þar en þær eru mjög metnaðarfullar get ég sagt og taka á mörgum mikilvægum málum með varðastöðu flóttafólks. Síðan vildi ég aðeins að velta fyrir mig sem hluta þessar úttekt sem ég ætlaði upphaflega að kynna hlutverki innflytjendaráðs, hvað á svona samstarfsvettvangur að gera. Með þessari framkvæmdaáætlun þá höfum við markvisst unnið að því að hlutverk innflytjendaráðs aukist líka. Að þegar kemur að því að fylgja eftir þessum flóknu aðgerðum, þar sem koma að ríki, stofnanir, sveitafélög, samtök og fleiri, að þá hafi innflytjendaráð í samstarfi við fjölmenningarsetur sem hefur líka hlutur þarna, svona mjög mikið hlutverk að vara pólitíska eftirfylgni þessara aðgerða, að tryggja að það sem við segjum verði gert. Og ráðherra hefur lagt gríðarlega mikla áherslu á að hver einasta aðgerð sem á að fara í og allt sem eigi að gera verði í fyrsta lagi vel skipulagt, að fullu fjármagnað og áætlun hvernig á að klára þessar aðgerðir. Og síðan það líka mitt álit að þessi margnefndu félags- og hagsmunasamtök innflytjenda, við tökum sem dæmi félag Pólverja á Íslandi, að þeir hafi þarna fulltrúa. Það sé bara mjög mikilvægt að innflytjendur hafi sjálfur fulltrúa og komi sjálfur miklu meira að þessu heldur en. Og fyrst ég hérna, ég sé á 3 mínútur, ég er með 4 mínútna myndband, ég vona að það fyrirgefist. Mér langaði bara að sýna, við reynum að gera alls það verkefni sem við stóðum að sem heitir Fordómalaus, þar sem við erum að vinna í kynningu á mikilvægi þess að losa við fordóma og samfélagi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fordómar í íslensku samfélagi eru allt of víðtækir og þetta svona hluti ef við ekki að segja byrjun okkar vinnu gegn fordómum. Er þetta að koma mynd? Já, þetta þýðir að nú þá byrjum við að taka upp. Þá getur svona, og þetta til að stilla saman hljóð og mynd. Hefur einhvern tímann séð í frímínútum að einhverjir séu kannski að stríða einhverjum öðrum? Oft, já. Já, stund. Jú, þegar ég var í fyrsta bekk. Já. Af hverju má ekki stríða öðrum? Af því það ljótt. Af því þá heimleiðið. Af því það ekki gaman. Af því það leiðilegt og vont. Því að það einmelti. En hvernig heldur að þeim sem strítt, hvernig heldur að þeim líði? Illa. Ég illa. Af hverju eru ekki allir eins? Beinin ekki alveg eins. Út af þau eru önnur heimkynni. Ef maður eins, þá getur maður ruglist hver hver. Einmitt. Veit ekki hver hvað.
Og svo þekkir maður ekki vini sína. Já, það er rétt. Og þegar ef ég segir kannski hæjandi, þá er þetta kannski bara Kári eða Matthías eitthvað. Heldurðu að væri allt betra ef allir væru nákvæmlega eins? Nei. Akkur ekki. Bara. Skiptir einhverju máli hvort að einhver sem ljóst hár eða dökkt hár? Nei. Það skiptir engu máli, sko. En skiptir einhverju máli hvort maður með blá augu eða græn augu? Nei. Nei. En skiptir einhverju máli hvort maður með ljósa húð eða dökka húð? Nei. Akkur ekki. Svona augu bara. Það skiptir engu máli, ef maður segir það skiptir máli, þá er maður verið svolítið vondur. Því að þetta er bara fólk. Þannig að allir geta verið vinir? Já, allir. Alveg sama hvernig húðin þeir eru á litin? Já. Veist þú hvað innflytjendur eru? Nei. Ég veit ekki. Að flytja? Eitthvað annað land. Ég veit það ekki. Það er svolítið spes orð. Hvað heldur það sé? Ég held að sé vinátta. En veistu hvað flóttamenn eru? Já. Hvað eru flóttamenn? Þau eru menn sem eru í hættu. Þeir flýja. Og hvert flýja þeir? Í annar land. Þau sem flutnir til Ísland. Það er að bjarga örðum. En við vissum það. Já. Getum við spara aðeins tilbaka. Já, við getum það. Stóðu spurninguna. Ef Ísland brotnaði eða nokkað og það er til svona kannski 2000 bátar. Ef fólki er 3000 og bátarnir bara 2000, hvernig hefur þá skipta sig átt? Að margir fari í skemmtiferðskip eða? Eigum við að hjálpa þeim eða eigum við bara að fara að gera eitthvað annað? Hjálpa. Ég myndi hjálpa honum. Af hverju? Af því ég er svo góður. Hvernig á maður að taka á móti þeim? Var góður. Væntanlega vera vinur hans með því að kynnast honum. Annars líða ég illa meðan þau fara. Hvernig, ef þú ert að kynnast einhverjum í fyrsta skipti, hvað segirðu þá við þá? Ég er búin að kynnast öllum. Ævar, Já. vissir þú allar þessar spurningar? Já, en ég þurfti samt að hugsa svolítið að þetta eru svolítið erfiðar spurningar. Er þetta ekkert erfiðar spurningar? Nei. Þetta er svo einfalt. Maður bara vingast við þá og verður vinir. Og reyna að svara þeim. Einmitt. Nákvæmlega. Hvet ykkur öll til að fara á Facebook og Twitter, fordómalaust. Það er 130.000 manns búin að sjá þetta myndband. Þannig að bara endilega kíkið á þetta. Takk fyrir.